Það getur verið mjög gagnlegt þegar maður annarkvort ungur syrgjandi eða uppalandi ungs syrgjanda að þekkja til hver viðbrögð við sorg geta verið. Eðlileg viðbrögð við sorg eru nefnilega afskaplega fjölbreytt og mjög persónuleg. Það getur verið hjálplegt að skipta þeim upp í 4 flokka: tilfinningar, líkamleg viðbrögð, hugsanir og hegðun. Innan þessara flokka rúmast svo fjöldinn allur af mismunandi viðbrögðum. Algengar og eðlilegar tilfinningar sem börn og ungmenni upplifa eftir að hafa misst dýrmæta manneskju geta verið depurð og þrá eftir þeim sem dáinn, kvíði, reiði, ásökun, sektarkennd og sjálfsásökun, einmanaleiki, þreyta, hjálparleysi, líka léttir og doði. Mér langar að staldra við eina tilfinningu þarna sem mér finnst áberandi hjá ungum syrgjendum, en það kvíði. Flest börn í sorg sem ég hef rætt við viðurkenna að upplifa töluvert meiri kvíða og áhyggjur eftir andlátið. Það getur verið vegna þess að allt í einu örygginu kippt undan þeim. Á einum tímapunkti eru þau vissum hvernig lífið þeirra og á að vera og svo allt í einu það breytt. Það ekki lengur eins og þau ætluðu að hafa það og þau hafa enga stjórn á atburðarásinni. Þá getur farið af stað þessi hugsun eða svipuð: hvað fleira getur eiginlega gerst sem ég vil ekki að gerist? Hver annar gæti bara dáið frá mér? Og þetta eru mjög yfirþyrmandi og kvíðvænlegar hugsanir sem geta undið upp á sig. Og það svo mikilvægt að einhver fullorðin, örugg manneskja sem á dýrmætt tengsl við barnið geti talað inn í þessar tilfinningar og haldið sinni eigin ró og byggt upp tilfinningu barnsins fyrir að vera örugt í þessum heimi þrátt fyrir allt. Svo má ekki heldur gleyma því að sorgin býr ekki bara í huganum okkar. Hún líka líffræðilegt viðbrögð. Hún býr í öllum líkamanum. Og líkamlegu viðbrögðin, þau geta verið alls konar. Tómleiki í kviðnum og alls kyns meltingatruflanir, vöðvabólga og spenna, til dæmis í brjósti, svona yfir hjartastað, eða í kjálkum, spenna í hálsi, til dæmis vegna þess að kökkurinn stöðugt að gera vart við sig, ofurnæmi fyrir hljóðum, tilfinning fyrir því að vera óraunverulegur eða allt í kring sé óraunverulegt og það sérstaklega algengt fyrst á eftir missi. Svo mæði, slappleiki í vöðvum, orkuleysi og þurrkur í munni. Börn í sorg kvarta mjög oft undan líkamlegum óþægindum. Bæði vegna þess að þau finna raunverulega fyrir þeim vissulega, en líka vegna þess að oft vita þau ekkert hvernig þeim líður. Þau finna bara að þeim líður ekki nógu vel, þau hafa ekki orðin yfir það. Og þá getur verið svo ágætt að kvart undan magaverk eða öðru slíku því þau vita að þá fá þau hvort þið þá umhyggju sem þau þurfa. Og svo það hugsanir. Hugsanir á borð við að trúa ekki því sem hefur gerst. Ruglingur, þráhyggja, að finna fyrir nærveru og jafnvel sjá þann sem maður hefur misst allt innan eðlilegs ramma þeirra sem syrgja. Hegðun sem ekki óalgengt að sjá eru til dæmis svefnörðuleikar, mjög algengt hjá öllum aldri. Breytt matarhegðun, borða minna eða meira, að vera annars hugar, höfnun á félagsskap og að einangra sig, draumfarir þann sem látinn, hvers konar hegðun sem til þess fallin að forðast að vera myndur á látinn ástvin. Líka það að leita og kalla á þann sem farinn, sérstaklega hjá yngstu börnunum, andvörp, eirðarleysi, grátur, að sækja staði og bera hluti sem minna á þann sem látinn eða halda upp á hluti sem tilheyrðu hinum látna. Eins og þú sérð á þessari upptalningu að þá mjög margt sem undir venjulegum kringumstæðum myndi teljast athugavert, sem fellur samt sem áður undir eðlileg viðbrögð við hinu erfiða og krefjandi ástandi að syrgja náinn ástvin, bæði meðal fullorðina og barna. Og það mikilvægt að hafa það í huga og rjúka ekki til við að stimpla ákveðin sorgarviðbrögð sem óeðlileg. Og það getur ekki síst haft neikvæð áhrif á barn sem
jafnvel að syrgja í fyrsta skipti á ævinni, er að finna sína leið til að syrgja og hefur litla stjórn á sorgarviðbrögðum sínum. Þá skiptir máli að ungur syrgjandi finni að fullorðna fólki sem hann treystir á sé ekki hrætt við sorgina og allt sem henni getur fylgt.